Pál Pálsson, Já, sæll og blessaður. sæl. Hvað segirðu gott? Ógeðslega fínt. Er það? Já. Það er nú, eins og fólk kannski svolítið bergmáli kringum okkur. Já. Og náttúrulega þetta hljóðið verði ekki mjög slæmt hjá okkur. Nei, þetta verður fínt. Þú ert fluttur. Já. Nú er þetta bara leikvangaland. Já. Eitt í ekku upp Reiðhól. Já, það er bara því að það er svo hvasst úti, það er ekki hægt að taka þetta viðtal þar. Já. Það er nú kosturinn við Suðurnesin að það er hreyfing á loftinu, en Já. hérna á logninu, sko. Lognið fer hratt yfir. Yes, stundum. Já. En segðu mér nú eitt. Ég kom hingað þegar ég trú að þú væri þrefaldur Íslandsmeistari í torfæru, en þú leiðréttir mig þar. Sagðist vera tvöfaldur. Já. Það voru hvaða ár? 2007 og 2008. 2007-2008. Já. Er 2007 sérst annað árið í torfærinu þá? Eða þriðja? Ekki fyrsta árið, Byrjaði að keppa 2006. Já, þá er þetta annað árið sem þú verður Íslandsmeistari. Já. Tekur 2 ár í röð Já. og mætir svo bara eina keppni þriðja árið, eða ekki? Nei, þriðja árið þá ætlaði ég að vera í fæðingarorlofi. Já. Þar sem veignumst okkar 4. barn og vorum að lofa því að taka pásu en svo var of erfitt að hætta þessu og þannig að ég keppti það sísón. Já, þú kepptir það sísón líka? Já, það var 2009. Ég lendi í vélabilunum eiginlega bara í öllum keppnum og bara í tómu vesinni, sko. Og þannig að ég svona fékk það eiginlega svona annar staðar frá og ég ætti að taka pásu þarna, sko. Já. Æðir yfirvöld. Já, það var gamla mín hefur hringt eitthvað. En og ég tek eina keppni 2010. 2010? Það var nú eiginlega bara út af því að það kom til mín einn snillingur og spurði hvað kostaði að keyra inn á torfærukeppni og ég sagði að það kostar eitthvað, ég man ekki eitthvað, 100.000 eitthvað. Já. Ok, geggja, herðu, fara og græða jafn, ég kem með spons. Já, ok. Ég bara, ok, herðu, ég geri það og þá mætti ég eina keppni, sko. Mætti þú? Já. Og svo er ég búinn að vera í pásu þá síðan 2010, þangað til núna 2021. 2021, já. Maí. Þá fer ég eina keppni. 8. maí á Hellu. Já. Núna erum við komin fram í september. Já. Og bílinn hefur ekki verið hreyfður eftir Hellukeppnina eiginlega. Hann var þveginn og settur í geymslu. Já. Þar sem ég keypti iðnaðarhúsnæði fyrir verkstæði sem ég er með. Já. Og og er búinn að vera, fékk það affett núna 1. ágúst, þannig að svona sumarið eiginlega búið að snúast það með einum öðrum hætti, þessa flutninga. En svona önnur spurning, stóð til að keppa allt sumarið eða var það bara svona mæta upp á djókið? Þetta var nú bara að mæta upp á djókið, sko. Það var ekki pæling að mæta allt síðan? Ég var bara orðinn alveg friðlaus, algjörlega friðlaus. Og fyrir þá sem þekkja til að þá er þetta, þetta er bara fíknisport, sko. Já. Þannig að ef þú ætlar að, reyna að sleppa við einhverja svona fíknir þá er eins gott að prófa þetta ekki, sko. Já. Þú ert aldrei laus úr prísundinni eða þú prófar þetta, sko. Og þannig að ég var bara friðlaus og langaði að keyra eitthvað pínu. Þannig að ég var ákveðinn í að keyra Hellu og ætlaði sem að keyra Hafnarfjörð ef að bílinn kæmi þokkalegur út úr Hellukeppninni sem hann náttúrulega gerði ekki. Nei. Og það var mikið vesen en mikið gaman. Það var svona það helsta við þetta náttúrulega. Þetta var bara geðbíla gaman, sko. Já, það skeiði margt hjá þér. Já, það skeiði allt. Allt sem hægt var að fara út skeiði segla. Já, það var bara... Það er aukaðrið? Það breytti engu máli, sko. Nei, það var hluta... Ég bara fór heim bara alveg svo ég hef unnið þessa keppni bara og það breytti engu máli í hvaða sæti ég yrði í þessari keppni. Þetta bara snerist að þetta yrði bara geðbíla gaman, sko. Nei, þú endaði hann í öðru sæti? Já, það var nú bara því að hinir... Þú varst 2 af 2 eftir. En hefði ég ætlaði að ná að vinna steina og þau þurfti bara svona 10 brautir í viðbót, sko. Já, meinar. Já, með ástand bílsins allavega. Já, ég meina hann var 600 stigum undan mér, sko. Já. Þá bara... Það er ekki mitt venjulega keppnisform. Við getum alveg haft það á hreinu, sko. En svona ein spurning. Hvað leið langur tími frá þú ákast að keppa hann til bíli og komin inn á Austafjörð? Ég man það ekki. Það var bara, þetta var ákveðið eitthvað með vorinu og var á Hellu og ég hef svo sem alveg fengið þennan feeling áður og ætla að gera eitthvað en svo hefur það ekki gengið eftir bara út af bara önnum og Vestæðarhúsnæði kannski leyfði ekki að vera með bílinn inni ásamt í að vinna í þeim verkefni sem að koma. Ég er með svona jafnbreytingaverkstæði og með alls konar sérsmíði og bílaviðgerðir og bara allt sem fellur til, sko. Já. Og oft er bara ekki
þú veist, eins og þetta hefur verið hingað til að það hefur ekki verið pláss fyrir það, sko. Nei. Þannig að mitt dót hefur eiginlega bara undanfarin ár hefur þetta bara legið í geymslu, sko. Sko, þegar ég kom hérna síðast, þá var ég að tala við Steina. Þá varst að hjálpa honum eitthvað í að breyta drifum hjá honum. Já. Var að skipta þeim út og hækka drifhjólið hjá honum. Já. Þá sýndir þú mér hérna inni, tíndir til allt hluti í nýjan bíl sem þú varst að smíða. Já. Og nú segirðu mér að þú setti jafnvel að fara bara að nota hennan áfram. Já, það var bara aðeins að renni við stöðuna bara, hvað verið gert, sko. Það er alveg óákveðið hvað verður, er hún öðru? Það er, þú veist, ég er náttúrulega byrjaður að smíða nýjan bíl, sko. Það er komin raunverulega, sko, miðjan, raunverulega, þú veist, raunverulega bara ökumannsrýmið og það er búið að smíða það og hérna, svo var ég búinn að staðsetja mótor og skiptingu og það allt, en svo náttúrulega þurfti ég taka þetta allt saman þegar ég flutti, sko. Já. En þegar þú ert búinn að koma svona bíl í hjólinn, svona torfærubíl og það er komin undir þetta hásingar og þú veist, ykkur vísir að fjöðrun og þessu dóti og það er kannski komin hérna vél og skipting, þá ertu samt bara búið með 30% af vinnunni, sko. Ok. Þá áttu 70% eftir, sko. Sem þýðir hvað? Sem þýðir það náttúrulega bara að þú átt náttúrulega bara eftir bara fleiri 100 vinnustundir til þess að koma þessi í aukvægt ástand, sko. Þá eftir að prófa þetta og þá er, þú veist, eftir að fá til að virka og allt það, sko. Bara sem dæmi, ég hjálpaði Óla bara að smíða bílinn hans, nýja bílinn. Og fór nokkru sinnum austur og þeir kom með bílinn hingað suður og svona verið að djöflast í þessu. Og þetta var orðið svona síðasta sólarhringi fyrir keppni hjá þeim. Og það var þetta orðið dálítið mikið tilbúið. Þú veist, þetta leit út fyrir það, þetta væri bara, já, herðu, þetta er bara að verða keppnishæft. En síðasta sólarhringi í keppni eru verið bara nóttina fyrir keppni. Þú ert þá meina fyrir sumarið 2020? Nei, þegar hann mætir að bílnum á Egilsstaði í fyrstu keppni á nýja bílnum. Það er ekki 2020? Jú, 2020. Hann mætti á hellu núna? Já, það var örugglega fyrir Egilsstaði. Það var Egilsstaði 2020? Já. Það var fyrsta keppnin á árinu þá? Já, og þá voru sko, held ég, 8-10 kallar að hamast í bílnum. Já. Alveg fram undir morgun. Þannig að það sérðu það, þú veist að við erum kannski að tala um 8 kalla og það eru 10, 12, 15 tímar á mann. Já. Þú ert rosalega fljótur með 100 tíma bara þarna í einhvern frágangi. Mikið rétt. Þannig að þú veist að maður bara svona horfir á það, þetta er náttúrulega bara geðbilu vinna að koma svona tæki á stað, sko. Þannig að ég horfi á það, kannski bara einfaldar að vera bara skynsamur og laga bara gamla og halda áfram að jagast á honum. Svo við horfum nú að þú talar um að jagast á honum, að þú mætir á hellu núna. Já. Fær í fyrstu brautina, þú ert með gorma fjöðrun og venur að dempara það ekki. Ég er náttúrulega með það albesta sem þú getur fengið í Jepp, það eru rangu 9000 demparar í honum. Já. Sem voru keyptir þannig síðustu öll sennilega. Já, ok, það sem ég er að pæla. Já. Þetta voru þá með flottari dempar á þessum tíma, við varum Gísli gefa með svona dempara og þetta var bara með því betra sem þú fékkst. En menn misskilja þetta dálítið, sko. Þú veist, dempari og gormur er náttúrulega bara, þetta er bara það sama og menn er að nota í dag, en þetta er bara það sem menn er að nota í dag, þessi loftdemparar, það er bara svo auðvelt smíð í bíla. Já. Þetta kostar lítið og í þessum torfærubílum þá er meiri líkur á því að eyðileggja þetta heldur en þetta verður vel að slitni í bílum, sko. Já. Það sem ég er að meina, sko, þú mætir með þetta bara eins og við séum bara old school, svo var alltaf í bílunum. Já. Ég er ekki að tala um endingu en eins og leiðis. Nei, nei. Ég er bara að horfa á því að fara fyrstu brautina. Þú ferð eiginlega jafn langt og allir hinnir. Já. Þú veist, þið endið, þið komið niður, svo bara, þú veist, þetta er bara vinkill upp þarna, hérna við, þið náðuð ekki ferð, og þið stoppir flest allir bara bíllengd eftir að þið náðuð að gefa í. Ég er náttúrulega bara brýtt framöksulum leiðu ég gefi í onni í þessu slakka, sko. Já, en þú ferð ekki styttri en hinnir. Nei, nei. Og svo í braut 2, þá lendir við því að þú veltir. Já. En það er ekki að sjá mikinn mun á bílnum hjá þér í brautinni eða horfa á Steina Bjarna eða Óskar eða Hauk og fjöðrunum að gera. Nei. Er þetta ekkert síðri fjöður? Nei. Og geta menn mætt með þessu fjöðrum bara eins og þau vilja? Já, já. Það er enga reglur sem banna það? Nei. Það því menn eru komið bumpstopp í þessa bíla og... Já, en ég minni nú að bumpstoppi sé ekki, bumpstopp er ekki skildað í götubílflokki. Já, það er bara séðubónu sem það er, svo. Já, ef það er þá skildað þar, sko. Já. En, þú veist, það er alveg að mæta með hvað sem er, þú veist, það er náttúrulega bara... Það er ekkert nóg að eiga allar græður þegar þú kannst hérna ekki keyra, þú veist, það er svona eitt sjónarmið í þessu, skilur við mig. Já. Að hérna, en þú veist, þessi bíl getur þetta alveg, en það sem ég var í vesinni með, að ég er með, sko, framásingu Scout 74. Ok. Og hérna, það er náttúrulega búið að fara, taka alltaf fínasta úrinni, sko, fyrir löngu síðan, sko.
Þannig að þú veist, það eru öxlar og allt þetta drasl í henni. Þetta allt orðið úsígengið og allt orðið mjög mikið slitið, sko. Ekki eftir með innvolsið eða orginalið, Já, þetta eru bara gamlir öxlar og allt. Nú, ok, þú ert bara með standard öxlarna? Já. Bara 40. Okay. Þetta er bara það sem ég var að keppa með á sínum tíma, sko. Já. Og ég gat skrapað saman í 2 varsett. Fyrir keppnina? Já. Ok. Þannig í fyrstu braut þá fer fyrsta öxullinn, svo velti í annarri braut og það er svona bæðið náttúrulega bara að, þú veist, ég var náttúrulega bara seinn að þú veist, þegar ég kem fram á kantinum þá er ég bara seinn að gefa og svo að því ég keyri líka lágadrifinu. Hinn allar að keyra í háadrifinu. Þú varst í lágadrifinu? Já. Að því ég er ekki með konverter sem að það er allt bara venjulegt jeppadót í honum. Þú ert bara með venjulega snúning á þessu? Já. Okay. Og þannig að þú veist, ég kem fyrir læðist fram á kantinum og þú veist, ég finn hvað er að gerast og þá gef ég í, en þá náttúrulega byrja hana bara í fyrsta lága. Svo skiptir hann sér bara sjálfur upp og þetta er bara allt svo lengi gerast. En ekki það Þú lendir hann í mótstöðu og þú tippar honum yfir. Já, og það er náttúrulega bara, þú veist, og þetta er náttúrulega bara, þú veist, ég var ólengi að hugsa líka, sko. En Þú ert eins og bíllinn, sló. Já, við erum á svipuðu róli, sko, báðir í lágadrifinu. En já, ég velti þar og það var svo sem allt í lagi. En svo förum við í þriðju braut, þá brýt ég aftur fram öxul. Já, er það bara að þú komst upp alltaf fyrsta varðið? Já. Þú stoppaðir kemur upp og háls og hoppar aðeins og svo ertu stopp í smá stund. Þá að fara niður, já, ég drepa á honum. Tekur hring. Já, svo tökum við hring og komum aftur niður og svo aftur upp brekku. Já. Það brýti öxul. Já, ok. Sömu megin. Já. Þannig þá er ég allt í einu komin í þá stöðu að ég er að setja síðast öxulinn í þeim megin, sko. Ok. Mér langaði að komast í ána á mýrina og eitthvað, þannig að ég þurfti eitthvað bara keyra hægar. Þá var tímabrautin næsta braut og áinn og svo mýrin. Já, ég náttúrulega læðist bara í gegnum tímabrautina þannig, sko. Tók ekki á honum, sko. En Ég man eftir þú tókst þegar menn komur þarna í, hvað kallast þetta, eitthvað 180 gráður alveg þarna. Að það flestir allt í botngjóður snúa honum strax og tókstu góða slaufu. Já. Það hefur verið skýringin, þú varst að spara. Já, af því að þú veist, það náttúrulega bara að þú gefur í með mikið lagt á svona venjulega framvörsla, sko. Þú veist, þú getur bara brotið á því, sko. Já. Það var bara það sem ég var að hugsa, sko. Það var bara að reyna að keyra með þetta heilt í gegnum. Það skýrir ýmislegt, horfa að vita þetta. Já, en svo náttúrulega er þetta náttúrulega bara mjór jeppi og þú veist, og þetta er náttúrulega, þú getur ekkert lagt hann eitthvað upp og slæta hann eitthvað, þú veist, upp í ykkur snarbrettri brekku. Þetta er merkilega brött brekka þarna, sko. Þrátt fyrir að... Og virkar ekki að horfa á hann í sjónvarpinu, sko? Nei, hún gerir það ekki. En að labba hana er brött? Já, það er eins og með alla torfærubrautir. Það er allt annað að horfa á sjónvarpinu heldur en að raunverulega horfa á þetta. Ég tala nú ekki út úr svona torfærubíl eða úr brekkunni, sko. Það virkar margfalt brattar ef þú ert inn í bílnum. Já. Og líka þegar þú kom með hans búnað og allt þetta, þú veist, og kom með stuðninginn til hliðana, þú veist, þú hefur ekkert rosalega mikið útsýni, þú veist, og lítið til hliðar og maður er honum svolítið mikið bundinn, sko. Já. Er það mikið breyting fyrir þig, sko, frá því þú kepptir síðast á og núna? Já. Þá ertu komið með annan öryggisbúnað? Já. Finnst þér útsýnið að versnað? Já, það er náttúrulega versnar gagnvart í að ég minna að beygja hausinn, sko. Já, ok. Er það betra að vera? Já, þetta er náttúrulega betra og lendir í einhverjum áföllum að vera með hans búnaði, sko, það er margsannað, sko. Ok. En, þú veist, þetta er kannski bara eitthvað sem ég þarf að venjast. Þú veist, ég meina þegar ég byrja að keppa þá var maður bara í lopapeysu og gallabuxum, sko. Já, ok. Og með bara mjög skellur og hjálm á hausnum, sko, þetta var nú ekkert merkilegri það, sko. Nei. En, smá breyting? Já, mjög mikil breyting. En það var svo sem ég byrjaði að keppa 1993 í motorsporti, þannig að... Já, í rallycrossi eða ekki? Já, það mátti svo sem margt breytast á þessum árum, sko. Jú, það þráast mikið. Já, mjög. Og eiginlega stærsti kosturinn við þessar breytingar er að það kannski þurfti enginn að láta lífi fyrir þessar breytingar, skilur mig. Nei. Þú veist, við hérna á Íslandi við höfum verið mjög svona móttækileg fyrir að taka allar þessar breytingar inn sem ákoma frá FIA. Og hérna, þú veist, þannig að við höfum innleitt mjög vel þessar breytingar sem orðið eins og í þessum kappaksturkeppnum eins og bara eins og rallycrossi eða þýðöllu rally og svona sem er keppt annars staðar í. Torfærin alltaf dálítið einstök hérna í Íslandi, sko. Já. En það hefur líka verið, það hefur gengið stórslysarhæst fyrir sig þar, sko. Þannig að við erum mjög duglegir að innleiða nýtt, sko, þegar eitthvað kemur upp á. Þú veist, það hefur ekki beðið eftir eitthvað dræpist áður en eitthvað verið gert, sko. Nei, þú bara eins og þegar kviknaði hjá Palla hérna, eða ekki hjá Palla, heldur Hafsteini á Rollunum. Já. Það nú er komið inn í ferli hjá Akís að það er að
finna lausnir á þessu upp á öryggi að gera. Já, en þú veist, hvað ætlum við að gera? Nei, það er komið í ferli að vinna í því, sko. Já, en þú veist, það er fljótt að ske. Já, það er alltaf af hinu góða, sko. Það skeiði bara strax eftir keppnina, það var fundur og þú getur séð og skoða hérna fundagerðirnar að þá voru þið farnir að skoða og leita lausna. Já. Sem er rosalega stór hús. Já, frábært, sko. En hvað verður, veit ég? Já, en það er það sem ég er að meina, sko. Þú veist, það er hérna að sko, þú veist, það er að fá slökkukerfi í svona tæki og þú veist, það er í mörgum svona professional smíðum rallybílum þá er slökkukerfi í þeim, sko. En þú getur bara notað einu sinni. Já. Þannig að þú veist, hvað ætlar að gera þá fyrir næstu braut? Það áttu stopp náttúrulega ef reglurnar eru þannig. Já. Ef við höfum, eins og í torfæri, þá höfum við ekkert oft lent í þessu að það brennur verði svona mikill eldsvoði eins og þarna, sko. Nei. Þetta er náttúrulega bara þarna verður bara svona, þú veist, það verður svona mörg atvik, óheppilega atvik sem verður til þess að bílinn brennur svona illa, sko. Og þú veist, og það er svona eitt af því sem þyrfti í landa líka skoða, sko. Þú séu það sem skeið eins og skoðandi frá eins og Palli talar þetta, nafniðinn, Páll Skjóldal, að það með sprunga á hérna pústinu, hérna á, þóluður mér. Já, á pústgreininni, inn í túrbínu, hún blæst þar út, þannig að túrbínan nær aldrei að snúast almennilega. Og sem þýðir það að bíllinn er keyrður í botni og skiptingin, þetta allt sjóð hittnar allt þarna í kring. Og svo þegar þið koma þarna og óbóðslega drulla þarna sem þeir eru að keyra í, sem gera verkum að bílarnir er alltaf sjóðandi heitir. Og svo fer hann í brautina og væntanlega, eins og hann sagði, allar líkur eru að skeða það, þannig að hann sprengt pakthús fram á sér. Svo hann gerir það og svo púskrein og allt sjóðandi þarna. Og það þeytist olían út allt og verður bruni. Það er náttúrulega það sem gerist og hann náttúrulega bara, þú veist, þegar svo kemur keðjuverkun eins og þú talar þegar það fer pakthús fram úr svona skiptingu, að þá er náttúrulega bara lögun á kúplíshúsinu þannig að hún stýrir öllu ökuflæðinu sem kemur út beint á pústið það. Það er bara feitispjald. Já, þannig að, þú veist. Og væntanlega eins og segir, það kveikir í og fer aftur með bílnum líka sem er skrítið en þú veist, þetta er náttúrulega afmiklum snúning. Já, en þetta var náttúrulega bara sérstaklega óheppilegt og það var náttúrulega bara gott að það mittist enginn og og þú veist, þetta er náttúrulega bara snarraði þeirra starfsmanna sem þarna voru að ná að slökkva í þessu. Það er mjög staðilega merkilegast, sko. Já, þeir voru það. Þetta var komið í bensínkerfið, sko. Já, og þú séð það þegar að Kristján, keppnisstjóri þarna. Já, Kristján Finnur. Já, þegar hann kemur og er að byrja að fara að slökkva, þá er hafstillan stökk út. Það er innan við 5 sekúndur sem tekur fyrir Kristján að slökkva ofan af og niður, upp í skeiklu upp í ganganum mínu. Og þegar hann stekkur út, það er á svipum tíma. Það er ótrúlegur hraði samt hjá honum Hafsteini, hann að klæða sig úr beltinu, stökkva yfir skiptingur, þú skiptir í hérna, og yfir farþega hjá honum, það er svo sæti líka, það er ekki, það er plássið allt þar. Og hann bara vippa sér svo bara súpermándubílum. Já, en hvatningin er sannlega litt staðar. Já, mikil hvatning. Mikil hvatning, sko. En það er nú önnur saga. Já. En hérna, þú ert með hérna sem hér Scout 74 á framann, bara standard eiginlega. Já, hún er bara standard. Afturhásingin hjá þér? Það er 9 Ford. Já, þú ert bara með standardin það líka? Já, hún er bara með 31 lögslum og... Já, þú ert með minnigerðina með þess að það er margir aðeins? Já, það er sko, þetta er stærri gerðin í þessu orginaldóti, sko. Og það var sko, fyrst þegar ég var að keppa, þá var ég með 28 sem er orginal í Bronco. Já. Og ég komst í gegnum svona 1-2 keppni, þá var búið að snúa. Þá var maður búinn að snúa upp á öxulinn svona 2 rillur, þannig að hann var alveg við það að brotna, sko. Og þá setti ég þessa hásing undir, það nefndi ég ekki að vera með hitt, sko. Og hvað munaði miklu um það? Já, ég var aldrei opnað hann eftir ég byrjaði að nota hana. Nú, ok, það er bara olíuskipti. Valla. Ég sagði bara að ég ætla ekki að kíkja á þessu hásingu fyrir hún byrjar. Já, ok. Hún er ennþá þarna. En hvaða mótor ertu með? Ég er með 350. Bara Servo 350? Já, og með álhettum og alls konar dóti og þetta er ekkert standardmótor sem sagt? Hæ? Þú ert ekki með standard? Nei. Þú ert með allt hitt standard, sko? Já, en þú veist, þetta er mótor sem á að vera kannski á góðum degi 450 hestöfl kannski, 420, 450, það er raunhæft. Plus nitro? Já. Hvað ert með stórt nitro? Ég var með 100 hestafla gas þarna. Síðast? Og finnst þér þetta alveg nóg? Já, þú veist, þetta hefði dugað alveg fínt, sko, ef að dribbúnaðurinn hefði haldið, sko. Já, það er næsta skrif hjá þér að það er að keppa næsta ári, það er að laga dribbúnaðurinn.
Já. Mótorinn ætti að duga? Já, annars á ég fullt af vélum, sko. Já, ok. Þannig að, þú veist, ég á alveg úrval í því, sko. En ég þarf náttúrulega eitthvað að kíkja á hana, hún er ekki alveg nógu hress, sko. Já, þú talaði það að annarkvort mýrin, eða nei, hvað var það, annarkvort vatn eða mýrin hafi verið? Já, hún er eitthvað særð eftir það, sko. En það er svo klár keppnina, sko, að þá náttúrulega dóla ég þessa tímabraut og til þess að við komast í ána og mýrina, það er náttúrulega skemmtilegustu brautnar að mínum mati að það. Og og ég fæ í einhverja... Væntanlega ekki skemmtilegast að þrífa eftir þess? Nei, mjög leiðilegt að þrífa eftir mýrina. En ég hef alltaf verið með gangfæran bíl eftir mýrina, sko, og hingað til, þannig að ég get að sulla hans í ánni, sko. Já, og náða að hreinsa það. Já, og þannig að maður vil ná svona því versta af honum. En ég náði því ekki núna, því að hann fór í liftaranum, hann fór ansi oft í liftaranum inn í peitt, sko. En ok, þú dólaðir tímabrautina til að komast í ána. Og í ánni þá fæ ég nýtrúsprengingu eitthvað í hann og þá eiginlega tæmdi ég Predatorinn. Skeiði það bara eftir að þú fórst út í langakalvan, eða? Já, það gerist bara þegar ég er að keyra út í fyrsta álinn, þá kemur eitthvað hik í hann. Já. Og svo, þú veist, komin ógangur í hann þegar ég er að koma upp úr fyrsta hylnum, sko. Já. En svo þegar ég held áfram útraunverulega, sko, grasið og sný við og kem aftur það tilbaka, sko. Og þá bara leiði ég gasan út í þann álinn að þá gerist eitthvað á. Varstu bara með venjulegan loftrensar á honum og... Nei, ég var með heimasmíðaloftintak inn í bíl, sko. Já, inn í bíl. Það var ekki það að það hefði blotnað þar og... Ég held ekki, sko. Nei, það var allan ekki að sjá að hann hefði ekki vatn inn á sig, sko. Nei. En náttúrulega bara það eru spjöld og svona dót inn í svona Predator-blöndung sem eru mjög viðkvæm. Og þeir þola ekki svona, sko. Þeir þola ekki að fá neitt skot upp. Er það viðvarandi vandamál í Predator, eða? Já, ef þú fær nýtrósprengingu eitthvað upp úr honum, sko. Er það ekki eitthvað öðru sem með eins og Holley eða... Þeir virðast bara þola það betur, sko. Já, ok, þannig að bara hvernig er viðkvæmari? Já, hann er betri þegar hann er í lagi, en... Já, búið hliðar þetta hann að gera það, já. En svo þú veist, ég klára brautina, bara eins og gömul trilla, sko, þá gekk hann kannski á 2 síldrum eða eitthvað svoleiðis. Já. Og svo þegar þú veist, kemst þá upp á bakkann og svo var eitt svona áll, eiginlega dýpsti állinn eftir. Já. Og þá, þú veist, hann náði ekki að hreinsa þess að gera neitt, hann gasaði hann bara. Og þá náði hann eitthvað að hreinsa út og gekk hann yfir, þannig að ég komst ekki endahliðin, það stoppaði hann líka. Ok. Fór ekkert meir í gang, sko. Fórst í pittin þá beint á eftir, eða? Já, þá var hann dreginn í pittin, enn og aftur. Og skiptum blöndung. Og tókst platan á honum? Já, settum blöndung á hann. Hvernig blöndung notaður þá? Þetta er hann heitir Quick Fuel, hann er byggður upp á raunverulega Holley blöndung. Já. Og þegar við settum hann á og þá bara datt minn í gang bara og eins og hann hafði aldrei gert neitt annað. Engin óhljóð í honum eða neitt? Nei. Þá var bara brunaði mýrina. Steini Bjarni ætlaði hann ekki í mýrina því hann vissi að hann var með forystu, hann ætlaði ekki í mýrina nema ég færi. Já. Þannig að ég gæti ekki gert hann til hæfis að leiða hann að sleppa því. Þannig að hann náði að redda þessu í gang? Já, hann datt í gang. Og hann var samt ekkert eitthvað geðið þress. En þannig að við rúluðum mýrina og það hefði samt verið helviti fyndið, sko, að horfa á eftir Steina því að hann var á undan mér. Já. Af því að hann vildi ekki fara í mýrina því að hann hefur eiginlega alltaf stoppað í mýrinni. Þetta var eiginlega fyrst skipti í mörg ár sem hann drífur yfir mýrina. Já. Það hefði verið heldur fyndið af því að hann var á undan mér. Þú hefði hætt við? Ég hefði bara hætt við. Hann hefði aldrei fyrirgefið það. Ég hef náttúrulega eftir mýrina, hann náttúrulega fór í til hans og sagði náttúrulega bara hann ætti að þakka mig fyrir þetta vegna þess að hann dreif yfir. Já. Það væri búið að eyða þessari mýtu að hann kæmist ekki yfir mýrina, sko. Var hann ekki sáttur við það? Jú, hann var ánægður, sko. Þetta er náttúrulega ekki smá bíll orðinn hjá honum og hann er náttúrulega gríðarlegur keyrari, sko. Hann er það. Maður sér það náttúrulega bara, þú veist, maður skoða vídeón og svona, þú veist, hann er bara bíllinn eins og framlenging á kallinum, sko. Er ég vel saman þá? Já, og hafa alltaf átt, sko. Þetta var alltaf raunverulega, sko, svona mitt viðmið alltaf þegar ég var að keppa í torfur, það var bara að vinna Steina, sko. Þú veist, ég var eiginlega alveg sama restina, þetta var bara... Vinna kallinn? Já, hann er ógeðslega flinkur og það er náttúrulega bara, þú ert að standa virkilega vel á unnur hann, sko. Já. Þannig að, en það er náttúrulega líka, við Steini erum miklu vinir og búin að vera lengi, sko. Já. Og Var hann ekki aðstofan á hjá þér? Jú, hann hjálpaði mér að smíða, sko. Ég keppti í 99, þá keppti ég á Mustang í rallycrossi. Já. Og Steini var með mér þá og svo smíðuðum við Yaris, rallycrossbíl sem ég keppti á 2001 og 2002. Já, ok. Og hann smíðaði hann með mér, sko.
Þannig að við Steini eigum langa sögu saman, sko. Mikill meistari, sko. Það engar tilviljanir þar þegar hann vinnur keppni, það getur við orðað þessu svo. Já, nei, alls ekki. Þannig að það bara vonandi að það mæta allir næsta sumar sem segist allir mæta og það verður svolítið fjörugur flokkurinn, sko. Ertu búinn að heyra hverjir eru að tala það? Er það sem voru í sumar eða fleiri? Já, ég held að þeir verði áfram og svo náttúrulega strákur sem Pálmi sem keypti bílinn, keypti Kölska. Já. Og hann var í einhverjum húsnæðiskaupum og einhver í sumar, keypti vél líka utan út af þessu COVID-dæmi, þá var hún svo lengi að skila sér líka heim og eitthvað, þannig að hann ákvað bara að sleppa sumrinu, sko. Já. Þannig ég veit ekki annað en að hann komi næsta sumar. Já. Og svo var strákur sem heitir Jón sem keypti bílinn af Orra. Gamla pjakinn? Já, hann ætlar að mæta, held ég. Hann var búinn að smíða grindina og hann var að pæla í sumrinu en eins og ég sé margt annað sem hann spilaði inn í. Jú, svo var náttúrulega bara menn að reka heimili og allt þetta líka, sko. Jú. Og svo veit ég ekki annað en Orri mætti líka. Hann langt kominn í smíðinni. Já, það alveg, verður örugglega líf og fjör, sko. Og það er bara að vona það besta. Þú ert stefna líka á sumarið? Já, ég er stefna að vera með, sko. Hvort sem það verið þessi eða nýr? Já, það verður trúlega þessi. Það verður trúlega þessi? Já, mér finnst það líklegt. Ég held að ég kom ekki til með að finna það mikinn tíma í að... Nei. En þú talar nýja framhásingu, allavega, ekki? Já, þá það allavega ný framhásing. Svo svona restinn svona eiginlega pínu. Ertu að pæla í að smíða hásingu eða bara að uppfæra hann eitthvað í... Já, þetta verður bara uppfært, bara smíða eitthvað með einhver Dana 60 innvolsi. Já, ok. Af því ég er svona kannski komin að léttasta skeiðin í sig, ég nenni ekki að vera mikið með þetta í höndunum mín í pitt og eitthvað. Nei, það hefur mikið að segja að þú vilja keyrt brautirnar. Já, ég vil bara geta keyrt og verið eitthvað að segja sögur og borða samlokur eitthvað. Það var gott, sko. Það er gamli kallið. Já, ég þú veist að maður er búinn að vera að berjast svo mörg sumur í svona, sko, að maður vill vera partur af þessu, þetta er náttúrulega gríðarlega skemmtilegu félagskapur og í þessu, bara í mótorsporti náttúrulega almennt, sko, ekkert bara í torfæri, þetta bara í öllu, bara almennt séð. Og þetta er alveg snilldar fólk og maður á náttúrulega mikið af vinum og kunningjum gegn þetta allt saman í gegn. Þú veist, af því að það er náttúrulega eins og ég segi, þá ég byrjaði 93, það er náttúrulega ansi langur tími, sko. Þannig að það er gaman að vera partur af þessu og þetta bara snýst eiginlega meira það í dag heldur en að vinna steina, skilur mig, eða eitthvað annað, sko. Það er stór plús. Já, það hefur verið rosa gaman að fara inn með það, sko. Já. Það er alveg. En við vorum að tala um mótorinn líka. Við hlaupum út í eitt og annað eins og bara gengur og gerist. Já. Það er bara eins og hausinn á manni virkar. Já. Skiptingin hjá þér. Já. Er það 350? Nei, það er Turbo 400. Þú ert komin í hana? Já, og hún hefur bara alltaf verið í þessum bíl, sko. Ok. Það hefur ekkert verið vesinn á henni? Já, ég náttúrulega, það var í honum fín skipting, hún grillaðist, ég fór í gömlu kallakeppnina á Hellu 2015. Já. Og þá voru máttu svona einhverju gamli keppendur keppa á eitthvað líka og það voru tveir aðrir að keyra á móti mér, sko. Nú, hvað er það? Davíð Sigurðsson heitir hann var nú keppti 86 og 7 í Epster. Já. Svo var hann á 3 litum Willys-jeppa 90, 91, hann var nú að keppa við Steinar Bjarnar þá. Og svo er eitt sem heitir Steinar Sigurðsson. Ok. Steinar var að keppa 86, 7 á bláum Willys-jeppa, sjálfsögðum. Já, það skiptir miklu máli, segir þú. En það þeir voru að keyra með mér og þú veist, og svo í restina þeim degi það var náttúrulega bara, af því það var í honum svona high-stall konverter, þú veist, sem verður stólaði hátt og hún var náttúrulega svolítið heitt í hún skiptingin og ég held bara grillaði hana, sko. Ok. Fórstu þá í þessa 400 skiptingu? Nei, þá hendi ég bara standard í hann, sko. Já, ok. Þannig að... En ekki með svona háa stóli? Nei. Og hefur ekkert farið í það síðan það? Nei, hann hefur ekkert verið notaði síðan í þessi gömlu kallakeppni, sko. Já, þú meina það, já, ok. Og En þarftu ekki að fara í hærra stóla á honum? Jú, ég hafa allt til, sko. Já. Og á til uppteknarskiptingar og allt þetta, allt tilbúið, sko. Nú lagar hann tilbúið? Já, snýst bara að nenni að gera eitthvað í þessu, sko. En svo kemur á millikassum, hvað ertu með þar? Dana 20. Ha? Já. Ertu með Dana 20? Fyrir ekki hlægi. Það var eini alveg millikassi. Ok, ég held kannski að þú varum Dana 27 líka að framan þá. Nei, það er við verðum að draga mörkin ykkur stað. Já, ok. Það eru svona tannstönglar. Já, það er af því að það líka passar ekki við breiddina, sko. Nei.
En Dana 20 millikassi, það alveg grjóthart? Já, það alltaf leið með hann. Hann er ekki það versta sem hefur farið í tófarbíl, sko. Nei, örugglega ekki. Ég held að sé nú ennþá nota Dana 20 bara svo í tímörnum og eitthvað fyrir austan, sko. Já. Ekki þá þeir verið að brjóta mikið á millikassi? Nei, held ég ekki. Brjóta bara allt hitt. Þeir brjótu bara afturhásingum á þetta núna í sumar og þá settu patrólhásingum undir hann? Já, áður búin að brjóta framvaxla og eitthvað. En Dana 20 kassi og 300 kassi, það er svo sem ekki mikið styrkleikamunur á þeim, held ég. Nei. Og það engar breytingar þar? Jú, það getur við, ég bara að skoða það, sko. Já. Af því að, þú veist, já, fullt af dóti sem maður kannski stíla meir inn á að keyra í háadrifinu, það getur vel verið í fari bara í lúnakassa. Endur á símtali í Rakaskóla eða? Já. Sá hvað hann eigi til handa þér? Já, hann á alltaf eitthvað til. Jú. Þessi kallar að láta ekkert grípa sig með tóma lagerinn, sko. Nei. Hann var nú að posta einhverjum myndum og skjóta á hérna Gulla, sko. Hann var komið mótor í bílinn fyrir hann. Hvort hann þurfti ekki að fara að skila hann? Á bílnum? Já. Já, ég er nú oft búinn að hamast í Rakkan, ég er nú að fara að sækja hann bíl, já. Gulli náttúrulega stefnir á að koma á nýjum bíl, sko. Já, Gulli sagði mér það, hérna, ég ætla vonið mig í segja það. Það alltaf var ekki, sem ég man eftir, að Gulli er bara keppnishæfur fyrir austan. Ég held að hann sé mótorlaus með þessu. Já, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig staðan er á hann, sko. Það er ekkert að bílum. Fínt fyrir Rakkan á í hann bara aftur. Það spurningar ekki skellið austur. Það er ekki hérna Gulli skílón til föðurhúsuna. Já, það komið mótor í hann. Já, ég held að það er nú lítið mál, sko. Ég held að Rakki nenni þessu bara ekkert sjálfur, það er bara fínt að vera með frænda í þessu. Og það er að ríða gett á kantinu bara. Já, það er líka mjög gott, sko. Það þarf einhver að sjá það. Það er ódýrara. Já. En erum við ekki búin að yfirfæra bíliðin alveg? Þú ert með Nitro, hefur alltaf verið í því? Nei, það er náttúrulega bara, Nitro var bara leyft fyrir 2-3 árum í göttubílflokk. Já. Það náttúrulega var ekkert, þegar ég var að keppa sem mesta þá var það ekki leyfilegt, sko. Það var bara bensíni, ekki turbo? Jú, það var turbo leyfilegt, sko. Já. Og ég prófaði það. Prófaði turbo? Við leyfðum raunverulega turbo út af því að það var að vera svona stíl inn á að þetta yrði svona jeppaflokkur. Já. Og þú gæti komið á okkur alls konar jeppum í þetta. Já, ok. Þá er náttúrulega helmingurinn af þeim eru með einhverja svona litla mótora og turbo og eitthvað svoleiðis. En svo náttúrulega komið þeir ekki neitt að því að, þú veist, brautirnar urðu svona kannski fljótlega of grófa fyrir svoleiðis bíla, sko. En svo náttúrulega, ekki 2016 cirka sem að öryggiskröfurnar í göttubílflokki urðu þar sömu í Selbónu, sko. Og er ennþá þannig? Já, þannig að þú veist, það gerði alveg út á við það að þú getur mætt á okkur venjulegum jeppi í þetta, sko. Þannig að það er ekki gluggastykki líka sem menn allt mikið að tala um að það sé skylda? Nei, það held ég ekki. Ég hef ekkert heyrði tala um það, þá var ég staðið til að taka það út, sko. Já, það bara snýst að helst að hafa bílinn rúðulausan, sko. Já. Af því að, þú veist, ef þetta veldur að það sé ekki bara allt brotið og sé mikið að glerbrotum í brekkunum og eitthvað svoleiðis, sko. Já. Sem er að vera að pæla í því, sko. Þetta eru allt meira og meira sérsmíðaðir bílar í dag. Já. Þetta er engin jeppi sem að, já, eins og Steini sagði, þú getur keyrt hann út á götu og allt það. En þú gera það nú verið ekkert. Nei. Þetta er allt bílar sem eru með, sem sé, konvertur sem snýst svakalega hátt og allt læst. Já. Þó að hann geti aflæst afturdrifinu með loftlæsingu, skilur við, þá er framlæsingin og þannig að þú ert ekkert að rúnda á þessu. En þessi er þannig að það var alveg að gera þetta ekki eitthvað skilur með eitthvað nettið í, sko. Já, einhver nettið í. Já. Áttu blæja á hann? Já, hún er ykkur stað til. Og passar hann? Gluggastykki og það allt. Pass, ok. Af því það er náttúrulega, þegar maður er 2 metra sláni þá þarf veltibúrið að vera svolítið hátt fyrir mann, sko. Jú, passar. Það er náttúrulega þess sem það passar ekki, sko, ef það passar ekki. En ég held samt að það sleppi, sko. Ok. Það slapp með gamla búrinu og það var eiginlega, fremribóginn var heldur herri á því heldur en á þessu búri, sko. Já, ok. Það getur verið afturabóginn. Er þetta nýtt búri í honum núna? Já. Byggðu þeirra fyrir sumarið? Við þurftum að smíða búrinu til að mæta á Hellu, sko. Var það ekki löglegt gamla búrið? Nei. Hvað var það? Efnisvalið? Já. Efnisvalið og svo stífurnar sem koma úr aðalbóðanum og aftur. Já. Þar voru á brattar í gamla búrinu, sko. En þannig að það er, þú veist, við þurfum að smíða alveg nýtt búr í hann, sko. Ok. Þannig að þá er bara núna fíniseringa fyrir næsta sumar? Já, svona eitthvað, dundast í þessu. Já. Það var svona ágætt að smíða nýtt búr, ég notaði það mest, veist, hérna á Hellu. Já. Þú prófaði það alltaf? Ég prófaði það, já.
Nei, þannig að þetta bara, þetta náttúrulega gaman og þetta svo sem búið að sýna það, þú þarft ekki að vera með sverasta gangverkið og eitthvað til að keppa í þessum flokki. Þú þarft ekki að vera með dýrasta mótorinn sem til í búðinni eða neitt sko. Bara eins og þeir eru búin að sýna Úlfarnir að þeir eru með LS-mótor, þannig standardmótor og svo turbo og í dag mjög ódýrt að fara í þannig gangverk sko. Þeir eru með Patrol Hásingar og það bara ótrúlega gott dæmi einfaldan bíl til að smíða í þennan flokk sem náttúrulega gríðarlega sterkur líka sko. Sko það sem hefur náttúrulega verið að hrjá þá nú í síðasta sumar og sumar að eins og skiptingi hjá þeim, það svona smáatriði sem maður verið að finna lausnir á og þegar við erum búin að finna lausnir á því að þá þið vel segjarkerfishæfir. Já, Óskar er alveg með þetta, hann keyrir vel og svoleiðis sko, en andla á Hellu voru þeir náttúrulega bara geðveikt óheppnir. Það getur hver sem lent í því að brjóta svona skiptingahús. Og þetta líka spurning það í toppfararkeppni að vera heppinn og vera óheppinn. Þú getur verið óheppinn með þetta drasl, það breytir engu máli hvort það sé splunkun í skipting sem kostaði 500.000 eða bara einhver gamall gír af flöskuhaugana sko, þetta getur allt brotnað í höndunum á þér. Sjáðu nú bara þegar hann Ingvar á Víkingnum kemur á Hellu, tekur bílinn út af pallinum og það allar búin að taka hann niður þegar það kemur ljós á skiptingin húsið í broti. Hann ekki búin að taka á bílum. Nei, þetta það sem ég að tala sko. Þetta búið að skeið mörgusum í toppfarinni. Já. Og það náttúrulega bara einhvern veginn með þetta sport sko, og svo þetta líka með hliðin á öfninni líka sko, að þú ert óheppinn með rásröð. Það getur alveg eyðilagt algjörlega fyrir keppnina líka sko. En það einhvern veginn bara í þessu sporti að það eiginlega alveg sama hvað þessi fínir og dýrir þessi hlutir eru. Þetta getur allt verið ónýtt drasl eftir keppnina. Það gengur bara rosalega mikið á hana sko. Það gerir það. Þannig að sem náttúrulega kannski eitt af því sem gerir þetta líka skemmtilegt sko. Það gerir það. Þetta ótrúlega skemmtileg sport. Alveg. Það er vonlaust að losa sig við þetta, eða að hætta þessu. Þetta verður allan. Ég hef nú heyrt í, gömlum torfærukeppum og það menn eiga það sameiginlegt. Þeir hugsa þetta mörg sem viku sko. Séu löng og hættir þessu sko. Þannig að það bara að stunda þetta bara, hafa gaman að þessu. Takk alveg kærlega fyrir. Takk fyrir að koma. Takk.